Sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarps þáttur minn sem alltaf til hægri. Þegar þessi orð eru töluð allt þinghaldið í uppnámi. Líklegast hefur staðan á þinginu aldrei verið með þeim hætti sem hún í dag. Ráðherrar og þingmenn ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur, þar að segja samsteypustjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins, hafa frá upphafi haldið því fram að ríkisstjórnin væri verkstjórn, þar sem verkin tali. Stefnan sé skýr og umboðið óumdeilt. Fyrstu 3 setningar í stefnuyfirlýsingu stjórnarinnar eru skýrar, þar segir orðrétt: Ný ríkisstjórn gengur samstíga til verka. Fyrsta verk að ná stöðugleika í efnahagslífi og lækkun vaxta með styrkri stjórn á fjármálum ríkisins. Leið mun ríkisstjórnin rjúfa kyrrstöðu og vinna að aukinni verðmætasköpun í atvinnulífinu. Rúmum 6 mánuðum síðar hefur ríkisstjórnin komið litlu í verk. Stöðugleika í efnahagslífinu ógnað, markmið hallalaus fjárlög nást ekki á kjörtímabilinu, skattar eru hækkaðir, verðbólga á uppleið, vextir lækka ekki og í atvinnulífinu halda menn að sér höndum í fjárfestingum, ekki síst í sjávarútvegi og tengdum greinum. Alþingi eins og ég sagði áður í uppnámi. Stjórn og skipulagsleysi einkennir allt þinghaldið. Alþingi líkara æfingabúðum í stjórnmálum en löggjafarsamkomu. Strax í upphafi voru hefðir og venjur þverbrotnar og meirihlutavaldi beitt ítrekað í fastanefndum þingsins. Tillitssemi vék fyrir þvergirðingshætti og yfirgangi. Í krafti þess að hafa 50,4% atkvæða að baki sér telur ríkisstjórnin sig hafa umboð til að keyra lagafrumvörp sem eru illa unnin í gegnum þingið og komi í veg fyrir eðlilega þinglega umfjöllun. Vegna þessa þingið í sjálfheldu. Frá upphafi ætlaði ríkisstjórnin svo sannarlega að láta verkin tala, eða minnstakosti létu þau það í veðri vaka. Nú komið til valda verkstjórn þar sem hendur stæðu fram úr ermum, en kappið hefur eins meira en forsjóin. Augljóst að ríkisstjórnin ætlaði sér of á yfirstandandi þingi, koma of mörgum umdeildum og flóknum málum í gegn og þar tvöföldum veiðileyfagjald aðeins eitt af mörgum málum. Strandveiði frumvarp, tenging greiðsla almannatrygginga við launavísitölu sem ógnar sjálfbærni ríkisfjármála að mati fjármálaráðuneytisins sjálfs, breyting á lífeyrissjóðum sem fjöregg okkar Íslendinga aðeins nokkur af erfiðum flóknum og umdeildum málum. Breyting á jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem neyða mörg velureikin sveitarfélög til að hækka álögur á íbúana og komi í veg fyrir að íbúarnir fá að njóta hagkvæmni í rekstri eigin sveitarfélags annað dæmi. Árás á fjölskyldufólk með afnámi samskötunar hjóna endurómar hugmyndafræði vinstristjórnar sem boðar skattahækkanir á flestum sviðum undir hatti það sem segja aukins aðhalds á tekjuhlið ríkisfjármála. Þetta ný mantra vinstri manna þegar talað skattahækkanir. Það aukið aðhald á tekjuhlið ríkisfjármála. Engu líkar en að Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafi leitað í smiðju vinstri stjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur 2009-2013, grafið upp leiðavísi sem Jóhanna skrifaði þegar reynt var að þvinga Ísland inn í Evrópusambandið, kollvarpa stjórnarskráni, leggja Icesave skuldaklafa á íslenskt launafólk og bylta stjórnkerfi fiskveiða. Samsteypustjórn Samfylkingar og Vinstri grænna undir forseti Jóhönnu Sigurðardóttur afgreiddi frumvörp heildarlög stjórn fiskveiða og veiðigjalds á ríkisstjórnarfundi 10. maí 2011. 10 dögum síðar voru frumvörpin lögð fram á Alþingi, tillögur sáttanefndarinnar svokölluðu voru hafðar að engu.
Sáttanefndin var undir stjórn Guðbjarts Heitins Hannessonar, þingmanns Samfylkingarinnar, en Björn Valur Gíslason, þingmaður Vinstri grænna, var varaformaður. Í nefndinu voru fulltrúar allra stjórnmálaflokku og hagsmunaaðila. Nefndin skilaði af sér viðamikilli skýrslu 7. september 2010 og í niðurstöðu nefndarinnar sagði meðal annars: Meirihluti starfshópsins telur að með tilliti til settra markmiða og kröfu jafnræði og meðalhóf sé rétt að endurskoða fiskveiðistjórnunarkerfið með sjálfstæðri löggjöf sem taki hliðsjón af auðlindastefnu almennt byggist á hugmyndum samningaleið. Meirihluti starfshópsins telur rétt að gerðir verði samningar nýtingu aflaheimilda og þannig gengi formlega frá því að auðlindinni sé ráðstafað af ríkinu gegn gjaldi og að eignarréttur ríkisins sé skýr. Samningar skulu meðal annars fela í sér ákvæðum réttind og skyldur samningsaðila, kröfu til þeirra sem fá slíka samninga, tímalengd og framlengingu samninga, gjaldtöku, aðilaskipti, ráðstöfun, aflahlutdeilda sem ekki eru nýttar, meðferð sjávarafla og fleira. Nefndin lagði sem sagt til þessi þverpólitíska nefnd að byggt verði á aflamarks- og aflahlutdeildarkerfi, aflaheimildu sé ráðstafað með formlegum samningum til langs tíma þar sem samningarnir verði framlengdir nema því aðeins að skýlu samningsbrot sé að ræða. Það er að segja að menn fái framlengda samninga fari þeir eftir lögum og reglum. Strax eftir að starfshópurinn skilaði skýrslu sinni og tillögum kom fram gagnrýni og þá ekki síst frá þingmönnum Samfylkingarinnar. Ríkisstjórnin ákvað að hunsa þverpólitískar tillögur sáttanefndarinnar og stóð einhugað baki sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í viðleitni við að kollvarpa fiskveiðistjórnunarkerfinu. Gert var ráð fyrir að tvöfalda veiðigjaldið, innkalla kvótann og endurhútluta tímabundið til 15 ára, en þó þannig að hluti færi í sérstaka potta sem yrðu úthlutað sérstaklega, og það ekki að furða að vinstrimenn eru mjög hrifnir af alls konar pottum í sjávarútvegi, en grunn hugmyndin sú að pólitíkin ráðherrann sjálfur taki ákvörðun það eða stjórni hvernig úr þeim úthlutað. Veðsetning skyldi bönnuð og framsal takmarkað verulega og þar með auðvitað dregið verulega úr hagkvæmni sjávarútvegs. Í greinargerð var bent á að frumvarpið hafi verið unnið undir formerkjum mjög viðamikil samráðs milli stjórnarflokkana. Takið eftir, samráðs milli stjórnarflokkana. Þar með var búið að henda endanlega út þeirri málamiðlun sem að sáttanefndin hafði komið stað. Að því samráði, það er að segja þessa nána viðamikla samráðs milli stjórnarflokkana, komu 6 stjórnarþingmenn allt frá nóvember 2010 ásamt 4 ráðherrum sem að málinu komu á seinni stigum eins og stendur í greinargerð. Frumvarpið féll í grýttan jarðveg, utan veggja ríkisstjórnarflokkana. Alþýðusamband Íslands varaði við samþykkt þess, Samtök atvinnulífsins og þá ekki síst Landssamband íslenskra útvegsmanna, sem forveri samtakafyrirtæki í sjávarútvegi, settu fram harða gagnrýni og bentu á að verið væri að leggja sjávarútveginn í rúst. Yfir 30 umsagnir bárust til Alþingis og nær allar á sama veg, fallengun. Hér verður ekki rakin sú miklu og þunga gagnrýni sem kom fram á stefnu vinstri stjórnarinnar í sjávarútvegsmálum. Frumvarpið náði heldur ekki fram að ganga og einstakir stjórnarþingmenn höfðu raunar lagt á flóttöfum leið og stjórnarflokkarnir höfðu samþykkt frumvarpið í ríkisstjórn. Verkstjórinn sjálfur, Jóhanna Sigurðardóttir, vék sér undan ábyrgð á frumvarpinu sem hún hafði þó samþykkt og stutt á ríkisstjórnarfundi 10. maí 2011 eins og áður sagði. Í Kastljóssviðtali 29. september sama ár felldi hún þennan dóm: Þetta var gallað frumvarp að mörgu leyti.
Það er óneitanlega athyglisvert að forsætisráðherra samþykkja að leggja fram í nafni eigin ríkisstjórnar frumvarp á lögum mikilvægustu atvinnugrein landsins sem hann telur að sé að mörgu leyti gallað. Nokkrum dögum fyrir jólin 2011 var Össur Skarphéðinsson, þá utanríkisráðherra, í viðtali við Kastljós og svaraði þá afdrif breytinga á stjórnkerfi fiskveiða. Hann gaf frumvarpi eigin ríkisstjórnar eftirfarandi einkunn. Þetta var eins og bílslys, með rákust bara á vegg. Það var bent á svo marga galla í frumvarpi. Menn læra af reynslunni og læra af því hvernig til tókst þar. Össur fylgdi þessum orðum sínum eftir þegar hann var spurður hvort að sé boðlegt að leggja fram frumvarp og líða á eftir eins og maður hefði lent í bílslysi. Hann svaraði, mér finnst það nú ekki boðlegt, enda lagði ég það ekki fram. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur greinilega ekki dregið neinn lærdóm af bílslysi vinstri stjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur sem er merkilegt. Einn helsti ráðgjafi Kristrúnar, Össur Skarphéðinsson, játaði að það hafi verið bent á marga galla á frumvarpinu að ríkisstjórnin hafi rekist á vegg. Menn læri af reynslunni. Össur virðist hins vegar ekki hafa miðlað þessari reynslu til Kristrúnar, ekki frekar en Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar sem sat þá sem þingmaður Sjálfstæðisflokksins í stjórnarandstöðu. Vert er að rifja upp nokkur orð Þorgerðar Katrínar í þingræðu 31. maí 2011 í umræðum frumvarp ríkisstjórnar, ekki síst þegar að rifist það hvort að veiðigjöld séu skattar eða ekki, eða rifist það hvort að eigi að lofa vegaframkvæmdum víða land gegn hækkun veiðigjalds. Þorgerður sagði, ég vil sérstaklega draga það fram að ég er algjörlega mótfallin því sem menn hafa verið að setja fram varðandi veiðilegugjaldið og skiptingu þess að það er hluti veiðilegugjaldsins eigi eingöngu að fara til landsbyggðarinnar en ekki í sameiginlega sjóði landsmanna. Þetta er vont fordæmi og þetta á alls ekki að gera. Þetta er almenn skattlagning og hún á að fara í ríkissjóð. Enda er í umsögn fjárlagaskrifstofunnar í eða því að sé að ræða stjórnarskrárbrot, brot á jafnræðisreglu. Á sama hátt og skattar og eldsneytisgjöld á umferð á höfuðborgarsvæðinu renna beint í ríkissjóð á þetta gjald að gera það líka. Og síðar sagði Þorgerður, mér finnst málið vanbúið. Það er þyngra en tárum takið að ekki skuli hafa náðst meiri sátt þetta mál sem raun ber vitni. Það er af því að ríkisstjórnin reyndi ekki einu sinni að ná sátt við helstu hagsmunaaðila eða hinn pólitísku öfl í landinu. Takið eftir. Það er af því að ríkisstjórnin reyndi ekki einu sinni að ná sátt við helstu hagsmunaaðila eða hinn pólitísku öfl í landinu. Draumurinn að umbylta stjórnkerfi fiskveiða og margfalda veiðigjald var langt í frá að vera dauður þó að tækist ekki að koma bílslysi ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri grænna í gegnum Alþingi í fyrstu tilraun. Alla tíð síðan hefur hamrað á því að útgerðin greiði ekki í sameiginlega sjóði það sem sanngjarnt væri og eðlilegt. Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra, segir á Facebook síðu sinni að Sigurjón Þórðarson hafi sett það sem skilyrði við meðferð veiðigjaldamálsins núna að hann fengi strandveiðifrumvarp samþykkt. Bæði frumvarpin hafi verið illa unnin, sérhagsmunamál tveggja stjórnarflokka, Viðreisnar annars vegar og Flokks fólksins hins vegar. Forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar sé eins og leiksoppur þessara tveggja flokka og hafi ekki burði til að ljúka þingstörfum að mati Björns. Í stað þess að takast á við efnislega gagnrýni á veiðigjaldafrumvarpi og vinnubrögð stjórnarinnar sakaði Kristrún Frostadóttir stjórnarandstöðuna að ganga erinda 4 til 5 fjölskyldna. Forsætisráðherra velur sem sagt dylgjur í stað þess að svara gagnrýni með málefnalegum hætti.
Sá sem hefur vondan málstað að verja, grípur oft til þessa ráðs og kastar rýrð á andstæðinginn, reynir að gera hann tortryggilegan, ekki síst með því að væna viðkomandi að ganga erinda sérhagsmun. Og hversu oft hefur atvinnuvegaráðherra Hanna Katrín Friðriksson haldið þessa ræðu. Það er vandasamt að leiða ríkisstjórn í lýðræðisríki. Yfirvegun og hæfileikinn til að hlusta, mæta ólíkum sjónarmiðum, miðla málum, leiða ágreining í jörðu eru eiginleikar sem farsæli stjórnmálaforingjar búa yfir. Kristrún Frostadóttir, henni virðist fyrirmunað að koma til móts við þá sem eru henni ekki sammála. Því allt skal vera á hennar forsendum. Í hugum stjórnarliða er skynsamlegra að fara í skotgrafir en að hlusta og taka mark á rökstuddri gagnrýni. Allar ríkisstjórnir hafa þurft að sætta sig við að ná ekki öllum sínum málum fram, að minnstakosti ekki í fyrstu tilraun. Breytingar á útlendingalögum er ágætt dæmi, en fá lagafrumvörp hafa fengið jafn mikla umfjöllun, jafnt í þingsal og í nefnd, og breytingar á útlendingalögum. Frumvarp þess efnis var fyrst lagt fram í apríl 2019. Það var svo endurflutt ári síðar með nokkrum viðbótum. Frumvarpið náði ekki fram að ganga og heldur ekki þegar það var lagt fram í þriðja sinn. Fjórða tilraun gekk heldur ekki. Það var ekki fyrr en í 5. tilraun sem það tókst að afgreiða frumvarpið sem lög eftir mikla umfjöllun nefndar og breytingar og málamiðlanir og raunar eftir töluvert málþóf stjórnarandstöðunar og þá aðallega Pírata. Það tók 2 tilraunir að setja heildarlög landamæri. Þrátt fyrir 3 tilraunir tókst þáverandi heilbrigðisráðherra ekki að tryggja framgang frumvarps til nýrra sóttvarnalaga. Og þannig má lengi telja. En ríkisstjórn Kristrúnar getur ekki sætt sig við annað en að viðamikil og flókin mál séu afgreidd eftir pöntunum og kallar það þingræði, og greinlegt er að stjórnarþingmenn telja sig ekki hafa pólitískt sjálfstæði til að vinna að breytingum og frumvörpum sem ráðherra senda inn til þingsins. Og kannski er það ástæða þess að formaður atvinnuveganefndar kom í veg fyrir að veiðigjaldafrumvarpið fengi nauðsynlega efnislega umfjöllun í nefndinni og að gestir með sérfræðiþekkingu kæmu á fund nefndarinnar. Og það þrátt fyrir að öllum væri ljóst að forsendur sem frumvarpið byggði á í upphafi voru rangar. Formaðurinn virðist því miður ekki búa yfir andlegu jafnvægi né hafa pólitískt sjálfstæði til að stýra mikilvægri fastanefnd þingsins í erfiðu og flóknu máli. Þegar þessi þáttur er tekin upp að morgni 10. júlí er staðan óbreytt á þingi, það er allt í hnút, allt situr fast. Í viðtali við Morgunblaðið 2. júlí síðastliðinn sagði forsætisráðherra að það þurfi 2 í tangó og vísaði þá til þess að stjórnarandstaðan yrði að ganga til samninga. Það sem Kristrún virðist ekki átta sig á að þegar stöðugt er stigið á tærnar, troðið á þeim, hafa fáir áhuga að stíga dansinn við ríkisstjórn Kristrúnar sem styðst við pólitískt leikkerfi vinstri stjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stundir.